I'm feeling something different. When you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. Hörru, en sem sagt, ef ég ætla að opna símann með Windows Hello, þá náttúrulega bara horfi ég í símann og hann kemur strax upp Halló Steini, sjálfsögðu íslensku. Og ef ég ætla að fara að vinna á hann á stórum skjá með lyklaborðamús, þá fengi ég hérna við þessa dokku hérna og þá kemur síminn hérna. Og ef við ætlum til dæmis að fara í PowerPoint, þá hérna náttúrulega bara á símanum mínum, opna það og þá sé ég hérna alla PowerPoint-kynningar sem ég er með á OneDrive hjá mér. Og við skulum bara opna til dæmis eins og hérna Lumia 950 XL. Hann sækir það á OneDrive og hérna fæ ég allar slæturnar og ef við ætlum að hefja skyggnasýningu og þá vel ég bara hérna frá upphafi, again, allt á íslensku og þá er þetta svona. Nú það sem að gerist þá á símanum hjá mér er að ég fæ minnispunktana hérna á þennan flöt hérna og ég get hérna, ég reyndar ekki með neina minnispunkta við þetta en ég get líka bara tvísmelt til þess að bæta við minnispunktum. Þannig að þetta er í öðru grunninn, þá getur við tengt skjávarpa við undir dokkuna, verið með þína undir kynningu og þú getur stýrt henni af símanum og lesi minnispunkta þar. Já, ég get ýmist annarkvort stýrt henni af símanum eða músinni eða lyklaborðinu en segjum sem svo að ég vilji bara halda á símanum og vera með minnispunktana og þá get ég náttúrulega líka stýrt bara kynningunni hérðan. Og þetta bara virkar. Þetta bara virkar. Excel, er það? Excel, það er í rauninni bara eins. Ég ætla að stoppa hérna sýninguna. Fer hérna. Vel Excel. Og again, ég fæ öll Excel skjölin mín sem ég er með á OneDrive. Þau koma hérna til hliðar. Opna hérna, hann sækir það frá OneDrive. Og þetta er reyndar, hann er að sækja OneDrive for Business, sá ég. Þannig að hérna, og svo náttúrulega get ég unnið allt bara á lyklaborð. Og að sjálfsögðu get ég er nú með hérna víraða mús og lyklaborð beint í dokkuna núna. En að sjálfsögðu get ég verið með þráðlausa mús og lyklaborð beint við símann, gegnum Bluetooth. Og í rauninni þá get ég líka gert þetta skjáinn þráðlausan með því að vera með Microsoft Wireless Display Adapter. Já, sem nota þá Miracast. Það nota Miracast. Það náttúrulega hefur aðeins áhrif á gæðin. Þetta tryggir alveg full gæði því að þetta er hérna USB-C í dokkuna sem er svo með HDMI, þannig að þetta er full HD sem ég er alltaf með upp á skjánum. Auðvitað póstinn. Hann er kemur upp bara svipar og í Windows 10. Já, í rauninni mjög svipar. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki full-blown Outlook eins og í Windows 10 og PC en samt með öllum, það er allir reikningar, það er allir, með lesmál hérna og tilboð frá Hópkaup. Já, þetta er á... Og Heimkaup. Íslensku allt saman sé ég? Það er allt á íslensku hérna. Þannig að við skoðum bara hérna. Og það er vegna þess að þú ert með símann styrtan svoleiðis? Já. Og það er allt í rauninni, hérna er þessi stikka og hérna, það er allt á íslensku. Það er alveg sama hvað það er. Við fyrir í stillingar, að þá kemur það nákvæmlega eins upp eins og í tölvunni og allt á íslensku. Og það er alveg sama hvað við förum inn í. Þetta eru hérna, þannig að þeir eru algjörlega búin að íslenska það og það sem meira er að aldrei hefur nú held ég sést áður í neinum síma að það er Facebook app sem er líka á íslensku eins og sést þarna til hliðar. Já.
og ef við förum hérna niður í hægra horn og skoðum hérna heim, skrifa færslu, ljósmynd, tékka inn, endurhlaða, allt þetta. Það er allt á okkar ylhýra. Ylhýra. Hvað var að skoða meira? Netið, það virkar bara sambarlegt og í borðtölvu. Já, það er bara hérna. Langar því 1+2 invite? Nei, ég get nú ekki sagt það. Er þetta ekki Android eitthvað? Já. Alka til Idol 3 hérna. Kynning. Þetta bara lítur út eins og sérturinn og á borðtölunni þar. Já, í rauninni, það er bara nákvæmlega saman, sko. Þetta er nú prototype tæki sem við erum að prófa hérna, þannig að það er nú kannski ekki full 100% virkni, en hérna sjáum við líka, þetta er líka Microsoft app sem er Universal app, þannig að þetta er í rauninni þannig að öll Universal app, þau skala sig bara nákvæmlega eftir því hvaða skjár er, og það er allt á íslensku, það er alveg sama hvað er. Dagur, spáði björtu veðri í dag, mjög kalt verður í veðri, mesti hiti aðeins 2. Hiti undir frostmarki. Þetta er svona sama forrit og þú ert með á borðtölunni, eða veðurappi. Þetta er bara Universal app sem virkar á... Nákvæmlega. Þetta, sjá, Akureyri. Það er aðeins kaldara það. Alltaf sól og blíðan alltaf það. Já. Snjóar aðeins þetta. Hvert að fara? Ertu ekki á leiðinni erlendis? Jú, London. Ég er náttúrulega bara að vinna hérna á lyklaborð. Já, bara venjulegt lyklaborð og mús og allt það. Og það er hægt að vera með þráðlaust líka náttúrulega bara sem er þá tengt við bara símtæki sjálft. Já. Sérðu, þeim er að segja lundúnir. Það er 15 stiga hittir þar. Þú getur verið áfram í Microsoft Azure stuttermabólinu þínu. Og ég get alltaf farið bara hérna niður í Windows-knappinn. Þá fæ ég heimaskjána á símanum og þetta hérna til dæmis Terminal Server, ég er að bíða eftir að það komi á Universal vegna þess að þá get ég í rauninni gert hvað sem ég langar til, þannig að þá get ég verið að vinna í upplýsingakerfi fyrirtækisins og á stórum skjá með lyklaborð og mús. Já, en samt bara í gegnum símann, gegnum þráðlaust net eða 4G eða... Já, þessu er öllu stýrt í gegnum símann. Það er engin tölva önnur. Ég sé að núna er svona fingur þegar hún startaður upp þessu. Já, þegar þessi heimaskjárinn á símanum er upp á stóra skjánum, þá breytist í rauninni síminn í máspall. Já. Þannig að ég get í rauninni stýrt öllu. Bara með símanum sjálfur? Já. Og ef við til dæmis bara við ætla að fara, og þú veist, það virka bara eins og hvert annað máspall. Það eru 2 og 3 fingur eftir í hvað þú ert að gera. Double tap og við skoðum bara eins og vafran. Já, við skulum svona... Hún er sein þessi síða? Ef ég ætla að zooma þetta upp, þá geri ég það náttúrulega bara eins og á máspall. Ef ég ætla að fara niður, þá nota ég 2 fingur. Og svo framvegis og svo framvegis. En þú veist, að skipta á milli forrita, er ekki taskmanager? Já, þá getur ég farið bara taskmanager sem er nákvæmlega eins og í Windows 10 tölvunniðinni. Ég smelli bara á þetta og þá sé ég öll forrit sem ég er með opinn. Og smellum bara fyrir postinn. Og á meðan þú ert að vinna í þessu þá er síminn bara notaður sem sími. Ég get verið að senda skilaboð, tekja á móti símtölum. Já, góð spurning. Ég segi bara, ég er bara að vinna, förum bara í Excel-skjal. Þá er sem sagt síminn, hann er ennþá sími, þannig ég get verið að taka símtöl
Hvað sem sko. Það skiptir engu máli. Ég get verið að gera allt hérna, farið á Facebook hérna í símanum og haft það opið meðan ég í Excel hér. Samt ég með inn á Task Managerum á stóra skjánum, þar Facebook líka. Og það bara full virkni á símanum þó að þetta sé í gangi hérna. Þannig að það sem kannski svona stóra máli, það að þetta ekki speglun á símaskjánum eins og náttúrulega við höfum séð í Microsoft símum í 2 ár í gegnum Miracast eða á Android síma í gegnum Chromecast. Þetta ekki speglun á símanum, þetta algjörlega aukaskjár og það sem getur unnið í einu forriti á stóra skjánum með lyklaborð og mús og síminn heldur áfram að vera sími. Og þessi dokka sem að síminn unnitengd við, hann með USB-tengjum, þannig að þú tengt við þetta lyklaborð og mús og vefmyndavél eða hvað það og svo hann með HDMI ekki út og DisplayPort. Já, það sem 3 USB-tengi, eitt með high power, þannig að það þetta hlaða í gegnum það og DisplayPort HDMI og svo USB-C. Og meðan síminn unnitengd við hann þá hann að hlaða sig bara á meðan þú ert að vinna í dokkinu. Og þessi dokka, hún fylgir ekki með símtækinu það? Hún gerir það ekki nema með fyrstu símanum. Fyrstu símanir sem að verða seldir víða heim og þar á meðal á Íslandi, að þá mun dokkan fylgja með meðan byrðir endast. Og þetta svona, já, ég hef verið spurður verðið á þessu, það kannski ekki alveg niðurnelt. Ég segi 17 til 20.000, það svona eftir kannski söluaðila eða í rauninni hvað landingpræs er það. En Steini, segðu okkur aðeins frá símtækinu sjálfur, svona vélbúnaður og annað. Hvernig hann sem bara venjulegur sími? Já, hann náttúrulega bara æðislegur sko. Þetta 5,7 tómur skjár og svo litli bróðurinn 950, þetta 950 XL, 950 5,2 tómur. Skjárinn, þetta það besta sem við höfum séð í skjá á Windows síma og þó víðar á ellitar. Það mikil upplausn. Myndavélinn, það náttúrulega, þeir halda áfram að toppa sig alltaf í myndavélinni. Þetta reyndar sama stærð á myndavél eins og var í 930 og 1520, 20 megapixla call size, en þeir eru algjörlega búin að breyta henni. Það að segja að það komin stærri myndflaga, F-stöðull komin í 1,9 en var 2,4 í 1520. Þetta 5. kynslóð af hristivörninu, Optic Image Stabilizer, og flassið RGB. Þannig að sem kallað natural flash, þannig að það skilar í rauninni miklu réttari litum þegar flassið notað heldur en var til dæmis með 1520 og reynda líka með 1020 sem með xenon flassi, að það kannski örgla aðeins litum, þannig að allir liti verða miklu réttari Vélbúnaður annar, það 810 Snapdragon örgjörun í símanum og það sem kannski dálítið merkilegt að hann vökvakældur sem sama system og notað í Surface og þetta náttúrulega skilar því að síminn hitnar ekki jafn mikið eins og margir aðrir með 810 örgjöruna. Þannig að þetta 8 kjarna örgjörvi, í minni símanum 6 kjarna örgjörvi. Það 808. Í báðum 3 GB í vinnsluminni, það 32 GB í geymsluminni en pláss fyrir, það minniskorta rauf. Já, ok, það á báðum. Það á báðum og það stuðningur, já, að minnstakosti upp í 200 GB. Ok. Risakostur líka við símana, það hægt að taka bakið alveg af
Þannig að þá hefur aðgengi að rafhlöðinni sem hún getur tekið úr. Já, þannig að það er hægt að skipta þetta rafhlöðu þegar hún er á lög. Já, notandi getur sem sagt skipt sjálfur rafhlöðu. Það er fyrir náttúrulega SIM-kort og minniskort. Þetta er þráðlaus hleðsla að sjálfsögðu. Við erum búin að vera lengi með þráðlausar hleðslur í flaggskipunum frá okkur, þannig að ég þekki ekki annað en að hlaða þráðlaust. En það er líka sem sagt með, af því að það er komið sem sagt þetta nýja USB-C tengi, það þýðir í rauninni það líka að hraðhleðslu. Þannig að það er hægt að ná honum úr 0 upp í 50% á 30 mínútum. Þannig að, og nota benni, þetta er stór rafhlaða, 3410 mA. Hvað er svona cirka rafhlöðending, myndur þú segja? Já, ég meina það fyrir auðvitað eftir notkun, en ég er búinn að vera með 15-20 í 19 mánuði, sem er reyndar ótrúlega langur tími á einum og sama símanum. Að 2 sólarhringar á honum er bara það sem að ég er vanur og ég býst við því sama hér. Þannig að en ég náttúrulega er með innbyggða þráðlausa hleðslu í náttborðinu hjá mér, þannig að þegar ég legg símann á borðið þá byrjar hann að hlaða. Nú eins og við vorum búin að tala um að það er allt á íslensku. Eins og síðan stýrikerfið er orðið fullkomlega á íslensku og við svo sem skoðum þetta hérna áðan í tölvunni. Og það er sama menjú náttúrulega sem við sjáum hér. Þetta er bara nákvæmlega sama allt. Og allar stillingar, það er allt á íslensku. Og öll Microsoft upp í rauninni, það er að segja Office, pósturinn, dagbókin, Facebook, veðrið og fleira, þetta er allt á íslensku. Þannig að íslensku stuðningurinn er orðin, já bara með því betra sem við höfum séð í símum alveg síðan að Nokia voru hérna í den með allt á íslensku. Og þetta þýðingin er þokkaleg, málfarslega, þetta er ekki svona Google Translate sem maður segir. Nei, þetta er alls ekki Google Translate. Microsoft er reyndar búið að náttúrulega vera að íslenska Windows stýrikerfi í fjöldamörg ár. Og ég man ekki, var ekki 2001 eitthvað svoleiðis sem það kom fyrst og þá var náttúrulega Google Translate left þá. En þetta er orðið mjög flott núna og orðalag og orð eru bara mjög góð. Heimaskjárinn í Windows 10, þetta er sambarilegt í Windows 8. Þú getur pinnað þitt pósthólf, eða þú ert með mörg pósthólf, þá getur þú pinnað stök. Já. Og þú getur stýrt þessum heimaskjá bara nákvæmlega eins og þú vilt. Bara nákvæmlega eins og ég vil. Hérna er ég til dæmis með svona fjölskylduna sem ég hringi mest í og ég raða í rauninni heimaskjánum upp eins og henta mér best. Hérna er tónlist og Facebook. En svo er með tölvupóstina, þá er ég með vinnupóstin hérna sem ég náttúrulega skoða langt mest. Og svo er ég með fleiri pósthólf sem að ég get í rauninni pinnað inn á skjáinn hvað sem er. Já. Þannig að þú ert ekki að sjá bara samtölu af 4 undirpósthólfum eða 3. Nei, alls ekki. Og ég sé alltaf á flísinni, svona ef það er komin einhver nýr póstur, þá sé ég frá hverjum hann er. Og svo er, já, við vorum reynda búinir að tala um Iris Scanner eða Windows Hello. En það er náttúrulega þetta nýja bara, það er myndavél sem greinir andlitið á þér. Þannig að ef ég læsi símanum, eitt kannski meðan við erum hérna, og það er náttúrulega þetta, ég sé alltaf hvaða klukkan er, hver er dagsetningin, hvað er næsti fundur, og ef það eru ósvaraði tölvupóstar eða ósvaraði símtöl eða ný skilaboð, SMS, þá sé ég það allt á heimaskjánum. Ég þarf ekki að kveikja á honum, ég bara síminn liggur á borðinu og ég sé allar þessar upplýsingar. Mér finnst þetta skipta gríðarlega miklu máli, þannig að ég þurfi ekki alltaf að opna símann til þess að sjá þetta. Já. Og svo bara horfi ég á símann og hann segir halló Steini. Þá notar hann myndavélina í símanum, skannar. Reyndar ekki myndavél, það eru inni 3 myndavélar á símanum. Það er aðalmyndavélin sem er 20 megapixla Carl Zeiss
Svo selfie myndavélin sem 5 megapixla, wide angle myndavél. Já, ok, og svo hún orðið væð. Já. Og svo iris scanner myndavélin sem fyrir Windows Hello. Og hún infrarauð og 3D. Þannig að ég get, til þess að ég geti í rauninni opnað símann þó ég sé í myrkri. Já, ok, þannig að þetta virkar bara alltaf. Og hvernig er reynsla með þetta? Þú veist, þetta fljótlegra en að vera með PIN-númer eða þetta eru þægindi fyrst og fremst kannski? Það þurfi ekki að vera... Já, þetta eru náttúrulega töluverð þægindi. Það náttúrulega oft sem að það óþægilegt að vera að slá inn PIN-númer. Þetta líka bara miklu meira öryggi. Núna ekki börnin að læra hérna PIN-númerið og stela þér öllu símanum. Nei, en auðvitað PIN-númer líka. Já. Þannig að ég get alltaf farið inn á PIN-númerinu. Þannig að ég get alltaf lánað símann. En öryggið felst í því náttúrulega að það alltaf hægt að fylgjast með mér og sjá hvaða PIN-númer ég slæ inn. En þú stelur ekki augunum frá. Nei. Þannig að þetta miklu meira öryggi að gera þetta svona. Auðvitað iris-skannerinn svo að koma í allar tölvur og við erum að lánsa núna Microsoft Surface Pro 4 að þar iris-skanner líka og allar ferðatölvur, PC ferðatölvur 2016 ger ég ráð fyrir að verði með iris-skanner. Þannig að Windows Hello verður bara það sem að fólk notar, það sest fyrir fram á tölvuna og hún sáum þetta fyrst í Xbox Kinect sem þekkir mann, Xbox Kinect fyrir Xbox One að ég þarf ekkert annað en að fara fyrir framan Xbox tölvuna mína og þá opna hún, það kemur bara alveg á steini. Þannig að þetta er flott lausn en númer 1, hún tryggir meira öryggi. Sölu dagsetningin á honum á Norðurlöndum og þar með talið Íslandi 3. desember. Já, ok. Forsala hafin hjá nokkrum aðilum og menn geta bara kannað það. En fyrstu símani verða afhentir 3. desember og það á við öll Norðurlöndin. Já. Og eins og áður segir, þessi display dokka, hún mun fylgja með fyrstu símanum meðan byrjar endast. Já. Þannig að þú getur með HDMI-porti og DisplayPort þá það flest allir nýlegis skjáir og sjónvarp sem þú getur notað sem skjár í raun og veru. Já, og ég meina að þú getur tekið dæmið, menn að ferðast og þú kemur inn á hótel, á öllum hótelum með sjónvarpsskjár með HDMI-tengi og það að geta bara plugga símanum beint í sjónvarpsskjáinn. Þannig að Þannig að þá ertu með myndirna þínar, þú ert með vinnuna þína, jafnvel einhverjar bíómyndir, Netflix. Já, þú ert bara komið með, þetta bara eitt plug and play og þú ert komið með tölvuna og síminn áfram sími. Já, síminn áfram sími. Herra Steini, ég bara þakka kærlega fyrir spjallið. Við sjáumst bara þessir. Við gerum það. Það það.